Bjarni Karlsson, siðfræðingur og prestur, þú ert næstur á mælendaskrá. Erindi þitt hét eitthvað í ætt við Liverpool, það ekki? Þú gengur aldrei einn. Nú gengur Liverpool ægilega vel og það nú gæfa Liverpool manna að ganga aldrei einir. Við hinir verðum bara að hópa okkur saman og ganga annar staðar. En erindi þitt núna endurskoðað erindi heitir Fólki fylgir skvaldur og vesen. Einsemd frá sjónarhóli, siðfræði og sálgæslu. Gjörðu svo vel, Bjarni Karlsson. Og þú munt græja þetta og rétta mér svo sprotan svo ég geti klikkað. Heyrðu, dásamlegt að sjá ykkur, elsku fólk, og gaman að heyra, og ég vona að Aðalheiður Aðalbjörg Helgadóttir heyri. Bara hjartans þakkir, alveg frábært að heyra þig. Takk fyrir. Og hér erum við, nú ætla ég að halda áfram og tala þetta mál með einmannaleikann. Hugtakið sem ég vil í rauninni að ganga út frá hugtakið framandleiki, og Aðalbjörg kom mjög vel inn á það, akkúrat í lokið. Þetta með að geta bara búið í fjölbýlishúsi og manneskjan við hliðina hefur ekki hugmynd hvað hún heitir. Það að geta verið framandi hvert öðru. Við lifum í svona samfélag þar sem við verum svona smjúga lipurlega framhjá hvert öðru án þess að þurfa á þess að hafa svo mikið hvert af öðru að segja. Og framandleikinn, hann birtist bara í svo mörgu, og versta, háskalegasta eða trylltasta mynd framandleika náttúrulega hernaður. Það trylltasta mynd framandleikas. Nú ætla ég að gefa ykkur væga mynd af framandleika. Við þekkjum þennan þríhyrning, gerandi, þolandi, bjargvættur, þekkja þetta öll. Allt AA-fólk þekkir þetta, allt fólk sem unnið í 12 sporum þekkir þetta. Þessi vitneskja það að þegar við erum að spila léleg samskipti, þar sem öll verða framandi. Léleg samskipti þar sem við horfumst, þar sem við erum einmana vegna þess að við tengjumst í gegnum sársauka. Það alveg galið, en þetta svona. Í vanvirkum samskiptum, þar sem gerandi og þolandi og bjargvættur, þar sem við spilum þessi hlutverk, þá eru tengslin okkar tærandi. Tengslin sem við þráum að séu nærandi, þau verða tærandi. Við elskum í gegnum sársauka. Og nú ætla ég að gefa ykkur svona einfalt, alveg bara íslenskt dæmi. Íslenska húsmóðirin kemur gangandi með bónuspókan í höndunum upp tröppurnar heima hjá sér, merkjataskan hérna yfir, það sem hún á að vera. Og svo kemur hún að dyrunum og opnar og finnur assalíkil, hún opnar og gengur inn, og þegar hún horfir inn á forstofuna heima hjá sér, þá öskrar hún: enginn hér inn á þessu heimili sem kann að hengja upp úlpur? Hver á töskot að liggja hérna? Og svo kemur hún gangandi inn og þegar hún komin innar og hún er rétt búin að loka hurðinni þegar heyrir svona rödd ungling sem komin í mútur: Mamma, láttu ekki svona, leið öllum vel áður en hún opnaði dyrnar. Haraldur, viltu ekki tala svona við hann á mömmuðina? Heyrist karlmannsrödd innan úr húsinu. Við erum ekkert á góðu til þess að sjá okkar eigið dót. Þetta rétt sem hún er að segja. Gunnar, viltu tala við mig? Segir konan. Þau eru komin inn í vaskahús. Gunnar, hann Haraldur, þú ert ekki pappans. Viltu láta mig að agan? Come on, þetta allt í lagi. Í grindinni, í leikgrindinni í hólinu ég gleymdi að segja ykkur það, þar er 8 mánaða barn með snuð, sem barn karlmannsins sem var að tala. Þetta íslenska fjölskyldan, að heilsast.
Góðan daginn, íslenska fjölskyldan að segja. Það bara verið að heilsast með svona dass af óvelkomnum tilfinningum. Hún gengur inn og byrjar á því að öskra. Það svolítið svona ógeðstilfinning þegar öskra. Við höfum öll öskrað. Það hefur verið öskrað á okkur öll. Við fáum ógeðstilfinningu. Það ógeðstilfinning þegar eru notað svona aðferðir. Enginn inn á þessu heimil sem kann og svo framvegis. Drengurinn, hann svarar, rýkur upp hugsar, heyrðu, ég ætla ekki að vera hérna í hlutverki þolandan, sko, ég þarf að gera hvað. Hann gerist bjargvættur, hann ekkert að hugsa þetta, hann ekki að hugsa inn þríhyrningi, hann bara að bregðast við og bara með ásökun og vonandi vekjandi, hugsaði sig kannski vekjandi einhverja sektarkennd. Alveg öllum vel á hann kostið, akkur lætur hann mamma, hvað og nýja eiginmann líst nú ekki á blikuna, hann fer af stað og gerist gerandi gagnvart drengnum. Heyrðu, talaðu ekki svona við mömmu þína, hann orðinn þolandi, mömmu líst ekki á blikuna, gerist bjargvættur, hóvar í hann, dregur hann inn í vaskahús, talar yfir hausamótunum og honum, hann aftur orðinn þolandi, bank, 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 bank að drengurinn orðinn bjargvættur. Allir að reyna að gera gott. En tengslin, þau eru tærandi. Óvelkomnu tilfinningarnar eru ógeð og ásökun og sektarkennd og samanburður og skömm og svo þetta með lága sjálfsmati, tilfinningin fyrir því að vera ekki góð fjölskylda. En samt svo tengd að því við elskum. Við elskum bara í gegnum sársauka á þessu augnabliki og svo kunnum við líka elska á annan máta. Og þá það spurningin. Þetta var bara væga útgáfan af þessari tegunda samskiptum sem hefur verið kortlögð fyrir lifandis löng. Og þegar þessi tegund af samskiptum, það sem bara hægt að velja 3 hlutverk á sviðinu, þú ert annaðhvort gerandi eða þolandi eða bjargvættur og þú ert einhvern tímann alltaf þessu þrennu. Og þegar þessi tegund af samskiptum eru komin á stera, veitu hvað það heitir? Bara ofbeldi. Við höfum öll beitt ofbeldi. Við höfum öll orðið fyrir ofbeldi. Það hvort að við ástundum ofbeldi og erum ofbeldisfólk, það hins vegar siðferðislegt val og ákvörðun og spurningum það hvernig við markerum líf okkar og hvaða stefnu við tökum. Nú, jæja. Hvernig getum við í stað þess að beita ógeðslegum aðferðum eins og öskra hvert á annað eða hvað við gerum til þess að taka skít og skömm úr eigin sálarlífi og dæla inn í nærliggjandi taugakerfi. Hvað getum við gert í stað þess að nota það? Jú, við getum í alvöru, við getum þróað með okkur mörk sem virka. Hvað getum við og mörk sem virka? Hvað ég þá að tala um? Jú, til dæmis, einhver persón í þínu lífi, ef þú átt 30 skall, einhver persón í þínu lífi sem alltaf bara kemur. Ef þú átt tíma, einhver persón í þínu lífi sem alltaf bara á aðganga tímanuðinu eða orkunuðinni og bara tekur tímaðinu og orkunuðinu og þú getur af einhverjum ástæðum ekki haft mörk gagnvart þessari persón. Þekkir þú það að vera í nánu sambandi við einhvern, þar sem annar aðilinn, þú eða hinn aðilinn, bara, heyrðu, núna ætla ég að fá húðuna þína. Núna ætla ég bara að hafa þig fyrir mig. Ég að tala um kynferðislegt markaleysi. Mörk sem virka, það geta dregið út mörkin sín og sagt við einhvern sem maður elskar mjög mikið og vill ekki rjúfa samband við, heyrðu, hér enda ég, hér blómagarðurinn minn og lífið mitt og
fyrirgefðu, ég vil ekki að þú traðkir hérna, hopp. En þetta engin múr. Þetta eru mín tengsl við þig. Hér enda ég og ég vona að þú tækir við. Þetta minn snertiflötu við þig, ástvinur minn, makinn minn, barnið mitt, samstarfsmaður minn, whatever. Mörk sem virka. Þau skapa ekki framandleika og þau einangra engan. Þau skapa öryggi, skapa virðingu. Hvernig get ég þetta var óþarfi, eða? Hvernig get ég í stað þess að ástunda ásökun og sektarkennd, að taka við ásökun og sektarkennd og lifa í samskiptum þar sem við notum ásökun og sektarkennd til þess að láta hlutana gerast. Hversu mikið hefur þú gert í þínu lífi út af sektarkennd? Hversu margt höfum við gert vegna þess að við bara kunnum ekki við annað, en það alveg þvert á það sem við vildum. En við gerum það að því að sektarkenndin knýr okkur vegna þess að sektin var kennd, eins og góður maður segi. Sekt kennd. Og hvernig get ég í stað þess að stjórnast af sektarkennd bara borið ábyrgð mínum áhrifum á annað fólk? Þannig ég geti til dæmis, þar sem ég staddur, staðið upp úr sjálfum mér og bara, við getum þetta. Við getum yfirgefið okkar eina sjónarhól. Ég verð að geta, þar sem ég stend núna, ég verð að geta staðið þarna og hort á mig í samskiptum með ykkur. Við verðum að geta staðið upp úr sjálfum okkur og tekið okkur perspektíf, tekið okkur sjónarhorn á okkur sjálf í samskiptum með annað fólk. Vá, hvaða margt sem kemur í ljós. Þegar við tökum gönguna hringinn í kringum okkur sjálf og kringum vettvanginn og horfum á menn og málefni og aðstæðum sem við erum í, hvort sem það er í ástarsambandi, fjölskyldutengslum, vinnustað, wherever. Og svo byrjar að sjá þig í samhenginu og það svo margt fyndið sem kemur í ljós og þá byrjar þú að geta, í stað þess að vera bara keyrður áfram af misskilinni skyldurækni, þá getum við orðið sko farvegur næringar inn til annarra. Aðalbjörg var einmitt að tala um þetta, hvernig okkur líður þegar við gerum með öðrum gott. Þegar hjólið byrjar að snúast í hina áttina í stað þess að vera framandi og í stað þess að vera jafnvel að skaða aðra vegna þess að við bara kunnum ekki okkar mörk, vegna þess að ég hef haft fyrir því að sýna virðingu, rísa á fætur, virða fyrir mér þig og mig í samskiptum, allt í einu virðingin komin inn og það gera það verkum með æfingu, með ástundun. Allt í einu finn ég að ég orðinn farvegur næringarinn í þitt líf og þú ert orðinn farvegur næringarinn í mitt líf og allt í einu samskiptin ekki lengur sektarhlaðin og skammarhlaðin og svona refsitengd, heldur þau nærandi. Hvernig get ég, í stað þess að ástunda samanburð, Aðalbjörg var einmitt að tala um allt þetta sem við þurfum að gera, allt þetta sem við þurfum að eiga eða gera vegna þess að það einhverju aðrir að segja okkur það. Hvernig get ég einmitt þessi stað bara túlka minn veruleika af hófsemd? Og kjarninn í því að mínu áliti að túlka veruleikan af hófsemd það að megna það, kunna það, geta það og þar kemur trúin svo sterkt inn. Æðri mátturinn að eiga getuna, eiga þjálfaða getu til þess að greina eigið virði innan úr eigin kjarna. Að greina virði mitt innan úr eigin kjarna, ekki af því sem ég á eða einhverjum þreyttum einingum úr háskólum eða eignum eða bílakosti eða fötum eða öllu þessu sem að við röðum upp sem svona ytra kapítali kringum okkur, heldur að ég geti túlkað veruleikann af hófsemd, greint virði mitt innan úr eigin kjarna og þar af leiðandi, bingo, séð virði
allra hinna sem ég umgangast, af því ég þekki mitt virði. Af því ég á staðinn í hjartanu. Ég var einmitt að tala við syrgjendur áðan í Garðakirkju, var að tala leynistaðinn í hjartan. Föðurinn sem í leynum, faðirinn sem í leynum en umbunnaðir. Jesús frá Nasaret vissi þetta ofurvel. Og svo það þetta, hvernig get ég í stað þess að lifa í skömm, eins og fólkið í sögunni þegar mamman baular og strákurinn baular á móti og pappinn baular á móti og allir eru farnir að stjórna fyrir öll eru að reyna að stjórna með stjórnleysi af því að þau vilja vel en það verður svo mikið tilfinning fyrir því að vera ekki nóg. Það er enginn að gera rétt, það kann enginn að hengja upp úlpur, það eru allir óánægðir með alla. Hvernig get ég komist á þann stað í lífinu í stað skammar miðaðra samskipta að þekkja og annast eigin þarfir? Bara þekkja þarfir mínar og taka ábyrgð á þeim. Heyrðu Bjarni, þú ert fullorðinn, þú ert pabbiðinn, ég þarf að pabba mig og mamma mig, ég þarf að veita mér aðhald og svo þarf líka að veita mér mildi, sjálfsmildi, sjálfsægi og sjálfsmildi, það heitir að vera fullorðinn og heilbrigður. Og í stað skammar, í stað tilfinningar fyrir því að vera ekki nóg, þá má ég þróa með mér getuna til þess að þekkja og annars eigin þarfir sem fullorðin manneskju og vita, geta sagt og geta fundið. Ég er nóg, ég annast mig og nóg er nóg. Og þegar ég kem auga á það í mínu eigin lífi, eins og Adda var einmitt að segja, að nóg, þetta hafa nóg, að eiga, þetta sem var á speglinum, sem var að tala um. Það er ekki að vera ríkur að eiga mikið, það er að hafa það sem að þarf. Þegar ég sé þetta í mínu lífi og get slakað, þá get ég líka að sé hvað fólk er fallegt. Fólk er svo fallegt. Og það þarf ekki að vera fullkomið til að vera fallegt. Nóg er nóg. Ef að ég er nóg, ég meina, haldið að þið þurfa að segja mér gallana mína, haldið að ég veit ekki gallana mína, haldið að ég veit ekki, bara vá hvað ég fegin að þið vitið ekki allt um mig. Ég veit alveg ég get verið genius en ég er líka auðmikið með hor, Hver einasta manneskja, við erum allt þar á milli, þú ert genius en þú ert líka auðmikið með hor. Við erum öll fáitar og svo erum við snillingar. Í stað skammar við höfum þekkja á annars eigin þarfir og bera virðingu fyrir því að við erum eins og við erum og við erum nóg. Og hvernig getum við, að lokum, í stað þess að lifa við lága sjálfsmatið af því að vera svona ófullkomin, eins og fjölskyldan í sögunni, þar sem að við tilfinningi fyrir því að bara við erum tilfinningi fyrir því að vera léleg fjölskyldu. Ég talaði eins og það var kona, ég er ekki bara að sneinu trúna þó ég segja, það var kona sem sagði mér frá því fyrir 1.000.000 árum. Hún átti bara heima í bæ út á landi, hún átti föður í áberandi stöðu, það var aðfangudagskvöld, hann var drikkfelldur og ofbeldisfullur, hann sat með fjölskyldunni sinni eða maturinn var komin á borðu, það var hátíðastund, hann horfði á fólkið sitt og sagði: við erum ógeðslega fjölskylda. Þetta var svona saga úr tilfinningin, þegar tilfinningin í fjölskyldum vegna þess að það eru svo skökk samskipti og þú er búin að vera svo lengi tilfinningi fyrir því að vera bara yfir höfuð ekki nóg. Tilfinningi fyrir því að vera léleg. Þetta er svo stór þáttur í einmana leika, þetta var auðvitað rosalega gróft dæmi, kannski ógróft að taka það, en þetta er inntakið í einmana leikanum. Tilfinningi fyrir því að vera þau uppi staðið ekki í fallegum tengslum. Vera einhvern veginn í lágu sjálfsmati. Í staðinn er gott sjálfsmat í boði? Nei. Ef einhver hérna, við erum öll komin á þroskaðan aldur, einhver hérna staðið fættur og segir: ég hef bara mjög gott sjálfsmat, ég er bara ógeðslega stoltur af sjálfum mér og mér finnst ég bara alveg fram úr skarandi einstaklingur og bara ekkert við mig að athuga. Þá var eitthvað að. Allt í lagi að vera tvítug, eða tvítugur. Það er fínt tímabil að líða svona.
En ef þú ert þarna eftir fertugt, þá er eitthvað sem ekki hefur gerst. Vegna þess að enginn er að lifa lífinu sem hann ætlaði að lifa. Get ég elskað lífið mitt eins og ég ætlaði ekki að hafa það? Get ég þróað með mér raunhæft sjálfsmat sem fullveðja manneskja með særða samvisku? Ætlar einhver að standa á fætur og segist hafa góða samvisku? Er góð samviska í boði fyrir fullorðið fólk? Nei. Við getum slæft samvisku okkar, þá er gott að drekka mikið áfengi, eða styðjast við rembing og fordóma og almenna stæla og dónaskap, eða við höfum særða samvisku. Og lifum við raunhæft sjálfsmat, vitandi það að ég get elskað lífið mitt, ég læri innan úr eigin kjarna, innan úr með því að taka ábyrgð á mínum áhrifum og aðra, með því að hafa mörk sem virka, með því að túlka veruleika með hófsemd, með því að þekkja og annast eigin þarfir, þá get ég þróað raunhæft sjálfsmat og séð og fundið að annað fólk er líka yndislega ófullkomið rétt eins og ég. Sjáu hvað gerist. Og þó er komin nýr þríhyrningur, allt í einu erum við sátt við eigin ófullgerð. Svo fyrsti sem ég las þetta hét Paulo Freire og að frægur. Paulo Freire, hann sagði þetta. Kenndi við í Yale-háskólann. Við þurfum að vera sátt við eigin ófullgerð. Og þegar við erum það, þá getum við hort hvert og annað og í stað þess að hafa skoðanir hvert og öðru, þá getum við haft samlíðun. Við getum haft samlíðun með hvort öðru. Samlíðun og ekkert skylt við vorkunn. Enginn vill vorkunn. En ef við finnum samlíðun. Af því að manneskjan sem horfir á mig er sjálf ófullgerð, er sjálf á leiðinu, sjálf nemandi í lífinu. Þetta sagði Paulo Freire, hann vann við kennslu og var menntamálaráð þeirra í Argentínu og jari. Hann sagði, þegar ég stendur framan bekk, þá er ég ófrágenginn. Við þurfum að lifa í sátt við eigin ófullgjörð, vera á leiðinni, hafa samlíð með öðrum og þá gerist undrið að í stað þess að allir sé að reyna að stjórna öðrum, eins og í umferðinni er allir að reyna að stjórna hinum bílunum í stað þess að stýra sínum eigin. Þá getum við borið gagnkvæma ábyrgð. Við berum ekki ábyrgð á hvort öðru, við berum ábyrgð gagnvart hvort öðru. Gagnkvæm ábyrgð. Og þannig gerist það að við getum verið virkir þáttakendur í lífinu eins og það er. Og þetta er fyrri þríhyrningurinn var vanvirkni þríhyrningurinn, þessi síðari er virkni þríhyrningurinn. Þar sem við stígum út úr framandleikanum inn í samfélagi. Af því að við könnumst við lífið okkar og tökum ábyrgð á því. Þetta er svona einn af kjörnunum í minni bók sem ég gaf út í fyrra. Hún heitir með bati frá tilgangsleysi, en ég segi hér, bati frá einmannleika er eitthvað þessa leið, í stað ógeðslega samskiptum og þróum þessu mörk sem virka, í stað ásökun og sektarkenndar má læra að bera ábyrgð á eigin áhrifum og aðra, í stað samanburða áráttu getum við lært að túlka veruleikann af hófsemd, í stað þess að skammast okkar megum við þekkja og annars eigin þarfir, í stað lágs sjálfsmat má þróa raunhæft sjálfsmat. Það er hægt, öll sem unnið hafa til dæmis 12 spora vinnu vita það. Öll sem hafa ástundað einhverja íþrótt vita að það er hægt að ná árangri með ástundun. Þetta er dæmi það. Takk fyrir mig. Ekki fara. Mér langar nefnilega að bjóða ykkur sem hér eruð að spyrja spurninga eða bregðast við erindi Bjarna.
Við getum bara að tala saman frammi. Já, en það þá ekki streymi því að sko, hér hafa stórmerkilegir hlutir komið fram. Sko, má ég spyrja einnar og svo kannski tökum við örstutta pásu því að við getum ekki setið í 2 tíma þó við séum í streymi. Sko, þegar ég kynntist þér 2001 þá varst þú prestur í söfnuði og með mikla sálgæslu. Og nú starfar þú með þína eigin sálgæslustofu með syni þínum sem sálfræðingur og heitir Haf. Aðalbjörg Stefanía var að lýsa aukningu á einsemd í samfélagi okkar sem að sko meir en 2-földun á 20 árum samkvæmt tölulegum rannsóknum hjá ungu fólki. Og því að meir en 1/3 alls fullorðins fólks glímir við einsemd. Getur þú sem sálgætir deilt aðeins með okkur þinni reynslu af því að fá fólk í sófann eða stólinn í gegnum 25 ár, hvort að þetta sé þín reynsla? Og svo langar mig til þess að spyrja annar spurningar ég má, sko, svona, þegar þú fær fólk til þín í sálgæslu, hvaða ráð hafa reynst þér best sem ráðgefandi sálgætir til þess að rjúfa einsemdar tilfinningu? Hvaða svona praktísku hands-on ráð hafa reynst þér best í þínu starfi sem sálgætir? Það er gaman að fá að svara þessu. Fyrir spurningin einmannleikan sko, og framandleikan, veitu hvað, eitt af því sem ég hef hvað mestar áhyggjur af nákvæmlega það að sko, í dag, þegar kynslóð, þumarbutta kynslóðin, snjalltækja kynslóðin kemur svona 30 og búin að komin svolítið inn í lífið og byrjuð að gera stóru mistökin sem við gerum öll. Fólk og ég mikið í pararáðgjöf og slíku og líka bara í fjölskyldu samhengi og svo þegar einhver hefur framkvæmt ofbeldi. Af því að ofbeldi er svo vont og það er svo hversdagslegt og það er svo algengt og það er engin fjölskylda sem er án þess með einum öðrum hætti. Og svo gerist það, ofbeldi getur verið svo margt, það getur til dæmis verið framhjáhald. Ef og þegar við höldum framhjá maka okkar, þá erum við að taka heilsu makans og færa heilsu makans yfir í áhættuhóp. Það er ofbeldi. Og svo skólar einhver minn brúna sófainn á stofunum hjá mér í síðumúlanum og það er bara eitthvað yndislegt fólk, yndislega ófullkomið fólk og það hefur eitthvað gerst, eitthvað ofbeldi, eitthvað trúna var rofið. Eins og gerist í lífi góðs fólks. En þessi kynslóð, sko mín kynslóð, okkar kynslóð, mínum, sko, þá var helvíti, sko, hinum megin við dauðan, hugsanlegu möguleiki, sko. Vitið hvað hefur gerst núna? Helvíti er bara komið heim í stofu og þú er bara dæmdur vegna þess að netið gleymur engu og svo situr einhver 30 ungur maður og hann er búinn að halda fram hjá konu sem einhver fjandasfyllir í hennu og hann trúir því, það skortir, sko, það getur verið algjörlega blankó. Hugmyndurinn að byrja, eitthvað hægt að gera? Er einhver möguleiki í þessari veröld til þess að endurvinna trúnað sem hefur rofin í verki, endurvinna hann í verki? Í samfélaginu eins og unga fólki okkar þekkja þá er svarið bara nei, kompjúter segir svona óvegna þetta er á netinu. Helvíti er komið inn í stofu. Þú ert varan, þegar ungar manneskjur upplifa sig varanlega dæmdar og það mun aldrei neitt lagast. Þú situr alltaf uppi með, þú getur hugmyndin tilfinningi fyrir því að geta áunnið tilbaka þetta sem heitir í gamla kristdóminum iðrun og yfirbót og endurreisn.
þetta sem heitir í gamla kristindómunum erfiða synd. Og við klæðum litlu skírnabörnin í allt og síðan kjól til þess að segja við litla barnið, veistu það litla barn, þú ert fætt yndislega ófullkomið, þú ert eftir að gera fullt af mistökum, við munum elska þig í gegnum það allt á meðan þú ert að vaxa, þess vegna kjóllinn er svona síður, við munum elska þig í gegnum þetta allt. Þannig að þessi tegund af framandleika, þessi tegund af einsemd sem er svona striktli siðferðisleg. Það er komin alveg ný tegund af zero tolerance siðferði. Þetta er eitt sem og við þurfum að vinna með þetta. Hitt sem að segja, vandi ráðgjöf, því ég má ekki tala endalaust eins og ég er gaman að því. Ráð sem að ég vil gefa, ég er alltaf að gefa, varðandi bara praktísk samskipti ófullkomins fólks. Í stað þess að gera það sem við erum vön, að taka óvelkomna tilfinningar sem að trilla okkur og bara bæla þær, halda pottlokinu á þessu, bara bæla óvelkomna tilfinningar, því við höfum óvelkomna tilfinningar til maka okkar, við höfum óvelkomna tilfinningar til barnanna okkar og foreldra okkar og samstarfsmanna okkar og sjálfs okkar og alls staðar. Það er engin mikilvæg persóna í líf okkar sem við höfum ekki óvelkomna tilfinningar gagnvart og við erum svo sannfærður að þetta sé algjört no-no og það megi alls ekki hafa þessar tilfinningar og við höfum lært á þess að bælum með þær. Og svo þegar við erum alveg að tjúllast, einstaka sinnum, í stað þess að bæla, þegar við gefumst upp á að bæla, þá förum við út í að dæla. Þá tökum við skítur og skömmina og reiðina og vonbrigðin og allt þetta og bara, og aðferðina geta verið allt frá almennu loftarásum yfir í það, eins og ég gerði til dæmis, ég áttaði mig á því þegar ég fór að vinna í 12 sporum, sko ég var 40 plus, orðin atvinnu góðmenni, starfandi í Laugarneskirkju sem sóknarprestur, þegar ég áttaði mig á því, heyrðu, Bjarni, þú ert að misþyrma fólkinu þínu. Ég var að taka 12 spor og ég fattaði mitt ofbeldi, mína leið, sem var í því að ég var bara fyrir vonbrigðum. Ég var svo góður í að verða fyrir vonbrigðum. Ég gæti bara kælt hann á Jónu mín af niður, bara, hún olli með vonbrigðum. Börnin mín olli með vonbrigðum. Og þetta, og svo uppgöta, bara til að nefna dæmi það, hvað hugurinn okkar getur, okkar sterki hugur getur verið sjúkur. Við notum alls konar aðferð til að taka skítun og skömmun úr eigin sálarlífi og þegar okkur er ögrað og við erum hrædd, þá gerum við eitthvað ógeðslegt til þess að hafa stjórn. Það eru vanvirk samskipti, við erum að elska með því að meiða, við erum að elska með tærandi hættu og í versta falli er það orðið að ofbeldi, ofbeldishegðun. Í staðinn fyrir þetta, í staðinn fyrir að bæla og dæla, sem eru mjög ekki heilbrigð, sem eru alveg ofboðslega algengt, þekkjum öll, heyrðu, sjáum fyrir okkur borð á milli okkar. Og svo er ég með óvelkomna tilfinningu sem ég þarf að segja við kannski maka minn. Til dæmis bara vonda tilfinning sem er svo frumstæð með þess að kettir hafa hana, það er afbrýði, það er rosalega vond tilfinning og hún trillir okkur öll. Daginn sem þú veist út kynferðslega ástfangin, þá finnur þú bara lappar óttum við svikin, bara eins og óvelkomin köttur inn út utan hjá þér og bara, ég er hér, fyrir ekki neitt. Og svo ertu með afbrýðistilfinningu sem er að trilla þig. Og hvað á að gera? Á að bæla, á að dæla? Já, það er hægt að gera það breytir aldrei neinu, það lagar aldrei neitt. Get ég lært að taka þessa trilltu tilfinningu, setja hann upp á borðið og halda utan hún og segja hann að kæri maki, ég hættu með tilfinningu sem er gerð með trilltan og hún er þig. Hún er ekkert rétt. Hún er ekkert röng. En hún er að gera mig gjörsamlega brjálaðan, má ég biðja um að sjá hana, ég lofa, ég ætla ekki að bæla hana vegna sem hún sálufélag og ég ætla ekki að henda henni í hausinn á þér vegna sem ég ber virðingu fyrir þér. Viltu sjá? Og svo tekur maður utan þessari trilltu tilfinningu. Og það sem gerist, er það sem gerist í öllum sögum tröll, þegar tröll eru á ferðinni og muniði, veit hvert einasta barn í heiminum hvað verður tröllu þegar það er einhverstað út að svælast, ratar ekki inn í hellin sinn vegna þess að það tefst og svo kemur sólin og skín á það. Allan heim vita börn hvað gerist. Tröllið verður á steini, sama hvort þú ert í Tadjikistan, Súdan eða Íslandi.
af því að við vitum að þegar við tökum óvelkomnu tilfinningar, setjum þær upp á borð og leifum bara sólinni að skína á skuldirnar, eins og segir í sálmönum, þá gerist ekki neitt. En það sem gerist það að það verður til trúnaður, það verður til gagnkvæm þekking, hægt og rólega byggist upp. Það í lagi að vera yndislega ófullkomin. Og þegar okkur, eftir því sem við æfum okkur meira, eftir því sem við gerum meira að þessu, þá kemur svo dagur að svo þegar við verum ósámála, nú talaðum okkur, Jónu mína, við verum ósámála, þá hlakkar alltaf í mér. Eftir 37 ár, sko. Það hlakkar alltaf í að ég veit, heyrðu, nú erum við bara innilega ósámála, það verður spennandi, það kemur eitthvað gott út af þessu. Við getum tvær ófullkomnar manneskjur, ófullkomin fjölskylda með fullt af vanvirkum tilfinningum og sársauka og óuppgerðu hinn og þessu og jari, eins og við verum öll gerð úr sama efni. Við getum lært samskipti sem eru þannig að það í lagi að vera yndislega ófullkomin manneskja, við erum öll ófullgerð, við getum haft samlíðum hvert með öðru og svo berum ábyrgð gagnvart hvort öðru en erum ekki að stjórna hvert öðru. Ok, takk.